Jæja, Helgi Eggertsson, bóndi á Kjarri. Sæll. Blessu, blessu. Hvar stöndum við núna? Nú stöndum við í miðju Ölfusinu, Já. Í nýju húsi Já. sem við vorum að byggja í haust og erum nýbúin að taka í notkun. Já. Og þetta er víst kölluð reiðskemma. Þetta er kallið reiðskemma í Ölfusinu, eða ekki? Minnsta reiðskemma sem byggð hefur verið í Ölfusi. Já. Þú ert stoltur af því? Já, ég er stoltur af því. Já. Við bændurnir, við erum bara sætt okkur við að byggja smátt. Já. En þetta lítur að vera mikill, hvað kallar maður, bóti? Bætir? Þetta er rosalega mjög. Maður er búin að, ég bara núna síðustu vikurnar í þessu óvanalega roki sem er undir Ingólfsfjalli sem er nú reyndar að hafa sjaldgæft en hefur hist svona á að þessar fyrstu vikur sem eftir við tókum höllin notkun þá hefur verið hvasst og þá finnum við muninn. Já. Að geta nota daginn að gera eitthvað. Ég held að væri með þetta öfugt, sko, en leiðum að byggði reiðhöll og þá myndi bara ligna. Já, maður hefði aldrei það, nei, aldrei þessu var, þá var gjóla hérna undir fjallinu. Já, skrítið. Hvað er svona frétt af ykkur? Hér er verið að temja hross frá Kjarri? Já, við erum bara með hross frá okkur. Já. Ég er að temja svona og þjálfa eins og ég get og Helga og eftir sem hún má vera að með garðyrkjunni og krakkarnir með skólanum og svo erum við með svo lítið hrossum í tamningu og þjálfun annars staðar. Og þau hafa alltaf verið alveg greiðin upp með það, þau hafa aldrei sloppið við að vinna og þau hafa alltaf verið að vinna við hrossin og þá læra að temja. Þau hafa bara svo sem fengið þessi hross sem hafa verið til hérna heima og ekkert annað og þau hafa bara orðið að vinna með það og læra á það. Oftast við erum með frekar ung hross sem við hafa verið að keppa og með við marga aðra og bara það held ég að gera þau að góðum tafningamönnum eða ég hjálpar allavega til. Já, síðan verður áhugin að vera líka? Já, hann er mikill hjá þeim báðum þessum sem að heima eru. Já. Stáli, 16 vetra, hann er í góðu gír, er það ekki? Jú, svona til síns brúk, sko. Hann er nú ekkert á járnum lengur og ekkert notaður, hann er svo sem ekki að því að það nenni enginn að ríða honum. Það eru gömul meiðsli sem að svona var ráðlagt að vera ekki að taka sénsinn með að brúkan. Nei. En hann er í fullu fjöri sem stóðhestur. Já. Hann er mjög vinsæll, er það ekki? Hefur hann verið að aukast eða? Já, það hefur svona, hann var mjög vinsæll þarna eftir landsmótið 2006 þegar hann var nú efstur og svo svona róaðist hann á heldur og hann var alltaf verið mikið notaður og svo í hitti fyrir, síðustu 2 ár. Allt í einu rauk það upp aftur og Af hverju heldur það sé? Það er ekki gott að segja. Ég hef náttúrulega mína skoðunar á því, ég er náttúrulega ekki hlutlaus, mér finnst náttúrulega afkvæmi mörg hver góð undan honum. Hvernig eru þau? Hvernig myndir þú lýsa afkvæmi, típísku afkvæmi Stála frá Kjarri? Hvernig myndir þú lýsa því? Já, það sem er nú yfirleitt með þau virðist vera og það held ég að sé nú það sem að gerir þau vinsæl að þau yfirleitt frekar auðveld í tamningu. Yfirveguð og róleg og svona lítið kenjar og fílu í þeim. Þetta er hægt að finna dæmi það í stálafkvæmi eins og öllum öðrum, það segir sem það sjálft en ég held að frekar hátt hlut allavega en séu meðfærileg og mér heyrist það svona almennt að sé svona frekar vel látið af þeim bara á tamningastöðum út allt og þá verður orðrómurinn jákvæður og ég held að það sé það sem að gera hann vinsæla núna ekki. Hann er að gefa náttúrulega 1 og 1 úrvalsfross og það eru bara margir fleiri hestar að gera sem ekki njóta sömu vinsælda og þá held ég að það sé það sem að skilur kannski á milli helst er það að bara almanna rómurinn segir að þetta sé frekar meðferðileg og skemmtileg trippi. Það er svo sem, ég hef enga aðra skýringu á því. Við vorum að ræða hérna áðan varandi áverka og ímynd hestamennskunnar. Þú hefur skoðun á því? Já, mér finnst svona við þurfum bara að passa okkur á því öll sem að koma að hestamennskunni að vera ekki að blása það of mikið upp opinberlega að við séum að fara illa með hrossin með grófri reiðmennsku og miklum áverkum og öllu. Þetta eru slæmir áverkar á mörgum hrossum eftir keppni og þjálfun og
það svo sem bara slæmt og það þarf að gera allt sem hægt að gera til að koma í veg fyrir það, en menn verða átt að segja á því að sko, knapinn stjórnar hestinum, en knapi í keppni, hann gerir það sem dómararnir leyfa og það oft að segja eftir á að menn hafi gengið á langt og lent í slysum, en það mætti oft líka taka á þessu fyrr, og ef að dómararnir fara að gera það, þá myndi þetta stórminnka. Já, þannig að þú vilt að dómararnir séu svolítið kjarkaðri og refsi meira kannski fyrir harða ósanngjarna reynir. Dómararnir ætti ekkert að vera kjarkaðri, þeir ættu bara að fara að sýna smá kjark, sko. Þeir eru náttúrulega alveg kjarklausir í þessu. Það var nú að segja þetta eins og það er. Kjarkaði kannski öðrum sviðum en ekki þessu. Sko, við sjáum þetta bara í öllu sporti. Ég fylgist nú heilmikið með körfubolta og maður sér alveg þegar gömlu reyðirnir mæta inn á. Þeir byrja svona að hnuppa aðeins í mótherjana og þeir vita að þeir eru búin að fá auðna villu nokkurn veginn hvar línan liggur í þessum leik, hún liggur svolítið misjafnlega milli dómara og svo spilaði bara þannig. Þetta er alveg sama í hestamennsku, í handboltan nákvæmlega. Með svona prófa, svo vita þeir þessi dómari nú ætlaðir að vera harðir og þá bara spilum við þannig. Og þetta er það sem að okkar bestu knapar koma til með að gera. Við borguðum fyrir að standa sig og ef að dómararnir líða grófareiðmennsku og brekkan klappar fyrir því, þá ríða þeir gróft. Og gagnrýnin á okkar góðu knapamarka, hún er ósanngjörn. Finnst mér. Það eru dómararnir sem eiga að taka, eða þeir eru þeir einu sem geta tekið á þessu. Já, nákvæmlega. Nú er landsmót í sumar. Spenntur fyrir því? Landsmót á besta landsmótstað landsins. Já, það ekki? Jú, það finnst mér. Og ætti að vera svo eini. Já, það er ekki víst að það sé allir sammálaðir, Helgi, með þetta. Nei, menn er náttúrulega með alls konar svona heimahaga pólitík í því og vilja ekki líta á þetta raunhæft. Það eru 2 landsmót sem að hafa verið fjölmennust og skilað hagnaði á þessari öld. Það hittist nú þannig að þau eru bæði búin að vera á hellu. Menn geta svo bara velt því fyrir sér af hverju það er. Já, þannig að þér líst ekkert á að fara á Vindheimamel eftir 2 ár? Sko, Vindheimamel eru skemmtilegir og ég hef farið á mörg góð mót þar og já, öll held í landsmót sem hafa verið þar og þau hafa verið skemmtileg og góð og allt í fínu með það. En alltaf sé ekki svona einhverstað milli 80-90% af hrossunum sem mæta á landsmótið á suðvesturhorninu. Og það væri svona hagkvæmara fyrir heildina, held ég, að hafa landsmótin hérna. Og þó það þýddi það við hérna sem að eigum heima næst landsmótssvæðin, ef það yrði ofan á að það yrði bara eitt, við bara myndum þá bara taka þátt í að borga ferðarkostnað fyrir hina sem að er lengra. Mér finnst það og það sem að gerir Hellu að besta landsmótssvæðin er það að þar getur við fylgst með á 2 völlum, nánast með því að snúa þér bara við upp á planinu. En á öllum hinum svæðunum er það alveg ómögulegt. Þú bara velur hvort þú ætlar að fylgjast með kynbótarhrossum eða gæðingakeppni eða ungmennaflokkunum og svo eru bara að vera þar. Þú hleypur ekkert á milli til að sjá svona einhver hross sem þið langar að fylgjast með á báðum svæðunum. Það getur gert á Hellu. Bara það eitt sér gerir það svæði langsamlega besta svæðið. Já. Ég ætla ekki að rífast yfir því. Nei, ég meina, en ég verði skoðanir hvers og eins með það, þó mér finnst það vitlausar. Já, það er svona lokum, Helgi, þú veit náttúrulega þið eru með tölvuraræktun. Hvaða stóðhesta notuð þið í sumar og ætlaði að nota næsta ári, þá fyrir utan stála? Við erum nú loksins núna í síðustu 2-3 árum farin að nota stála á allar eiginlega okkar eða nánast allar merar sem að ekki er honum bara of skildar. Við höfum alltaf notað hann frá upphafi, frá því að hann var 4 vetra, en við svo sem við höfum eignast ágæta stóðhesta fyrr sem ekki eru inn í farsæli ræktunarhestar og maður hefur séð þetta á mörgum öðrum sem hafa eignast góða stóðhesta, notuðu þá blind í mörg ár og áttuðu sig svo að því seinan að þeir sátu upp með hest sem var góður einstaklingur og ekkert meir, sko. Nei. En núna höfum við orðið reynslu af að temja þau og ríða þeim og þá erum við farin að nota hann, þannig að við notum hann úr svona sem á langflestar okkar hissur.
Svo notuðum við í fyrra, þetta maður svo gamall, maður alltaf að hugsa sig áður maður rifja þetta upp. Við notuðum konsert á Korpu og 2 hryssur. Já. Váli frá Efra Langholti, Staflason, við notuðum hann á eða 1 hryssu, 2 fóru reyndar, önnur hélt ekki eða lét. Já. Var þetta of erfið spurning? Það bara var illa undirbúin. Já. Svo við fengum fólaldi í fyrra sumar undan Nánu Jarli frá Árbæjarhjáleigu sem að svona enn sem komir hefur nú mér fundist vera besti Staflasonur sem ég hef séð. Já. Og ég prófaði hann og líkar vel við að ríða honum og hann svona hestur að mínu skapi og það séu margir aðrir sem að... Já. En hvað þið með stóra ræktun? Við fengum 11 fólaldi í fyrra og hitti fyrra og við fengið það einu sinni áður og það eru langstæðistu árgangar. Markmiði var nú að vera með svona 6-8 fólald á ári. Já. En þegar maður stóð þess að maður þarf ekki að borga fyrir að nota og svolítið á grasi og að maður heldur maður í margar góðar merar, þá svolítið erfitt að halda þessu niður í. Já. Það líka alltaf hægt að fækka á leiðinni. Já, við höfum verið mjög duglegir við það. Við skerum bara úr jafnóðum og hvort sem það eru svo sem sjaldan fólald kannski en trippi uppvexti og trippi tamningu alveg hygglust. Já, þess það? Já, það er löngu hættur að nenn að vera að eyða tímanum í að temja það lélegasta til að reyna að gera eitthvað úr því. Nú bara sýnt því best og ef það er ekki nógu tími þá verður bara það lélega eftir og það hverfur svo bara. Já. Ég held að það sé nú stefna sem að margir ættu að hugsa sko. Já. Láta þau bara hverfa óhyggað. Já, það er ekki verðmætt í öllum hrossum lengur eins og var. Nei. Fyrir 20-30 árum var engin byggja svo lélega og getur ekki losnað við hana fyrir eitthvað. Já. En núna bara vonlaust dæmi. Vonlaust. Látum það vera lokað orðin, Helgi. Já. Kæra þakkir fyrir að bjóða okkur í heimsókn. Takk sömuleiðis og bara gangið vel í vetur, sjáumst á landsfundi. Kannski klippir úr bútin hérna með þessa stóðhesta sem ég notaði. Þetta er svolítið neyðarlegt að muna þetta ekki. Við sjáum til. Skínu. Takk. Helgi, þú búin að rifja þetta betur upp? Já, það er náttúrulega alveg skömm. Þetta er skammalegt. Ég gleymdi náttúrulega gæðingunum spuna frá Vesturkoti sem á Jónína fór undir. Já. Og svo er það álfarinn frá Gegnishólu, 4 vetra fóli, albróður Álfarsteins. Já. Sem að... Nei, Jónína fór undir hann og Jónínu dóttir fór undir spuna, svo þetta sé nú allt rétt. Allt rétt. Og þá held ég að ég sé nú búin að rifja upp alla þessa gæðingar sem ég notaði. Já, er ekki gott að rifja þetta upp svona öðru hverjum? Þetta er gott, en þetta er nú komið inn í fengin, sko. Já. Þannig að þetta maður man þetta þegar maður fyrir að lesa það á skráðu í sumar. Já, nákvæmlega. Það er nú fyrir öllu að þú verður rétt skráð. Samt ágætt að hafa þetta í hausnum. Já. Takk fyrir.